Sæl veriði og velkomin í Biblían á mannamáli. Það var smá sumarfrís pása og sem að nýtt meðal annars til þess að svona endurskoða og endurskipuleggja aðeins stúdíóið hjá okkur fyrir framtíðina og þetta alltaf á réttri leið sem að fæðast. En við ætlum að halda áfram að sjálfsögðu þar sem við erum stödd í Biblíun okkar, en við byrjum á Móla og mér langar að taka á Móla og tengja hann síðan inn í nokkur vers í Postulasögunni. Allir menn, við öll, við hrösum í einu eða öðru í lífinu. Það getur eins og það engin munur á okkur þar, við erum öll þar. Gæti hins vegar leynst munur af því hvernig við bregðumst við því þegar við hrösum. Þegar við erum búin að hrasa í einhverju, þegar ég er að tala um að hrasa, þá bara gera eitthvað sem við hefðum ekki átt að gera, segja eitthvað sem við hefðum ekki átt að segja, gera ekki eitthvað sem við hefðum átt að gera og svo framvegis. Stundum finnst okkur það ekkert stórvægilegt, stundum finnst okkur þetta alveg svakalegt og svo framvegis. En hvernig bregðumst við? Hvaða ákvörðun tökum við þegar svona hlutir hafa gerst í lífi okkar? Ef við höfum brugðist fólki þá kannski segjum við, já, ég þarf að biðjast fyrirgefningar úr því. Ef við höfum brugðist Guði, þá biðjum við hann fyrirgefningar ef þú trúir á hann. Svo getum við brugðist sjálfum okkur og liðið alveg skelfilega illa yfir því hvernig við eiginlega brugðumst því hver við erum og sett okkur eitthvað skref aftur á bak. En svona er lífið. Það sem er alvarlegast í svona kringustæðum þegar við hrösum, því það gera allir, er að falla í gryfju sektarkenndarinnar. Eða snúast upp í sjálfsvörn og sjálfsréttlætingu. Það er jafn alvarlegt. Og sumir gera það. Sumir geta ekki litið upp í langan tíma af sektarkennd. Aðrir verja bara sjálfum sig, innra með sér, opinberlega og réttlæta allt sem þau sögðu og gerðu. Þetta væri lagi að það var ykkur aðrir sem orsökuðu þetta. Ekkert af þessu er virkilega góða leiðir til þroska og að vaksa og dafna og ná tökum á líf okkar og halda áfram að vaksa í kærleikanum. Að staldra við og læra af mistökunum og nota þau til að vaksa sem manneskja. Það er það sem að Jesús kenndi okkur og Biblían kennir okkur og margir aðrir sem að reyna að hjálpa okkur að vaksa og þroskast. Það er að verða betri og kærleiksríkari. Þá þurfum við að taka mistökin okkar, taka það sem við brugðumst og læra því. Eitt er þó alveg á hreinu að það er fátt betra í svona kringustæðum en að falla í arma Guðs. Í örmum Guðs er náð að finna. Það getum við heyrt huggandi, hjálpandi, styrkjandi rödd Guðs sem vil tala við þig og þeir sem hlusta, þeir fá að heyra. Mínir sauðir heyra minni röst, sagði Jesús. Þeir sem hlusta, þeir taka sér meðvitað ákvörðunum að rísa á fætur og halla sér að náð Guðs í lífi sínu. Það er bara eitt að falla eða hrasa og rísa ekki á fætur og er bara búin einhvern veginn. Eða hrasa og rísa upp og læra. Jesús sagði stórkostlega sögu frá sögu, dæmisögu sem lýsir þessu vel. Það var, þið þekkja hana kannski týndasoninn. Týndisonurinn, hann ef þið muni söguna, hann hafði beðið föður sinn að fá sinn hluti í arfinum. Faðir hans var ríkur, átti stóra mikla jörðum og var með þjóna og vinnumenn og stórt bú, efnaður maður og átti 2 syni. Yngri sonurinn, hann kemur til föður síns og segir, mætti ég fá útborga minn arm núna, því ég ætla að fara út í einn stóra heim og ég ætla að ég þarf pening og svo framvegis. Megum ekki gleyma því að þetta er þessum tíma sérstaklega er nánast eins og segja, pabbi, ég vildi óska og væri dáinn, þá geti fengið peningi minn, arfinn minn og farið og gert það sem ég vil. Og svona þannig, það er heilega skilaboðin sem hann komið til föður síns.
það skiptir mikið öllu máli hvað gerast hér á þessu bíl okkar og þitt uppeldi og allt svoleiðis, ég þakkláttur fyrir það, en nú er ég farinn. Og þannig er það með mörg okkar, sum okkar, kannski þig, að þú hefur sóað einhverju í lífi þínu, af þínum arfi, ef við getum tekið þannig til orða, og í slæmar ákvarðanir. Og Jesús notaði mjög sterka líkingu við þennan mann sem þarna hrasaði svona illilega, þennan unga mann, því hann fór og eins og við þekkjum, ef ekki af eigin reynslu, þá kannski af reynslu einhverja kringum okkur, að leið og peningurinn er búinn að þá hverfa vinirnir að braut. Það gerist nákvæmlega í honum. Þegar hann gat ekki lengur eitt þeim í vini sín og sóa þeim í skemmtanir og líf og taumlaus lífverðni, þá hurfu vinirnir að braut og hann varð einn. Hann varð einmana. Þetta er náttúrulega stórkostlegt dæmi, segja við Jesú. Sjá hvar endar hann? Hann endaði í svínastíu, að sinna svínum einhvers bónda, einhvers staðar út í veröldinni. Þegar gyðingarnir heyrðu þetta, hann var að segja þessa dæmi svo með gyðinga, það fer hrollur þá. Svínin voru óhrein. Svínin var eiginlega það bara lægsta sem gast farið í dýraríkinu. Og það var ekki bara að hann var að sinna svínunum, hann borðaði matinn þeirra. Hann var hann svo svangur, svo hungraður, að svínafóðrið ilmaði eins og nautastekk. Hann beygði sig við tróið. Hann var hungraður. Hýðið af kartöflunum, afgangsmaturinn, sullið. Ég borða það. Getið ímyndað ykkur hvernig gyðingunum leið þegar heyrði svo sögu. Þetta er eins djúpt eins og hægt er að sökkva. Dýpra niður ferðu ekki. Þú kemst ekki. Þú komin á botnin algjörlega. Og þar sem hann er að beygja sig niður og það byrja að fara að fá sér að borða með svínunum, þá vaknar hann innra með sér. Og þetta er það sem við tölum með vakning. Vakning, það gerist eitthvað innra með okkur. Hann vaknaði. Bíddu nú við. Hvað er ég að gera? Ég veltist hér með svínunum og ég er að fara að borða matinn þeirra. Og þetta er vakningin. Hver var vakningin? Hver er ég? Af hverju er ég hér? Hvað er ég að? Hversu lágt er ég sokkin? Ég er sonur föður míns. Og þetta er myndið sem Jesús er að draga upp. Hversu langt getur mannkynið sokkið? Vitið þið ekki að þið eru börn Guðs? Þið eru sköpuð í hans mynd. En þeir eru komið svo langt frá að þeir leggja ykkur til munns stótarí sem að tilheyrir ykkur ekki og er ekki sambúðið ykkur. Og hann vaknar upp og þetta er vakningi sem þú og ég og mannkynið allt þurfum við. Og ég reynda að trúi því að mannkynið sé að vakna til meðvitundar að það er eitthvað meira heldur en bara býttu nú við þetta efnislega. En yngri sonur hann vaknar, hvað er ég að gera? Veltandi mér í aurnum innan svínin. Þessi vakning innan með honum breytti líf hans. Hann tekur ákvörðun, nú rís ég upp og fer til föður míns. Veistu hvað? Þú og ég, við öll getum gert það sama. Við getum risið upp, vakna og segja, nú ætlum ég að tala við föður minn á himnum. Nú ætlum ég að tala við skapara minn. Ætlum ég að tala við Guð. Það er ekki endilega þannig að við getum laust öll vandamál lífsins eða greitt úr öllum flækjum þess. En við getum svo sannarlega risið á fætur. Við getum svo sannarlega vaknað innra með okkur og komið tilbaka til föður hins. Við þurfum bara að rísa upp og taka fyrsta skrefið. Páll postuli, sem við hefum þegar minnst á og aftur, kemur mikið við sögun í testamentinu. Hann leit svona á lífið. Hann segir í Filippibréfinu, ég gleymi því sem að baki er og keppi að því sem framundan er. Ég ætla ekki að lifa í því sem að hefur verið í fortíðinni. Ég ætla að læra af henni. Ég ætla að nýta mér það sem ég gekk í gegnum til þess að læra af og þroskast, en ég ætla að keppa fram á við. Og segir eitt, það er engin framtíð í fortíðinni. Þú getur ekki breytt deginum í gær, en þú getur lært af honum og þú getur haft áhrif á morgundaginn. Þetta er mólin okkar og hvatningin er að leyfa Guðs áætlun
af því hann hefur áætlun fyrir líf þitt og fyrir líf mitt að leyfa því að vera veruleika í lífinu. Við núna í kjölfar á þessum móla langar mig að líta á við höfum verið í 13. kafla í postulasögunni. Þar eru vers sem að tengjast þessum móla svo vel að mig langar aðeins að fara í þau. Samt sem áður bara rétt áður fyrir þangað, þá kemur í ljós munið að þeir Páll og félagar þeir voru að fara yfir til Antíókíu í Pisidíu og þeir sigldu yfir og þá það sem Jóhannes Markús, þegar þeir eru konungar, Jóhannes Markús sem að þjónnir var að hjálpa þeim, hann skilur við þá. Hann fer tilbaka og Páll var ekki mjög hrifinn af þessu, hann var ósáttur við þetta. Akkur þetta gefast upp drengur? Ég meina, þetta ekkert auðvelt, það var enginn sem sagði þetta yrði auðvelt, en það eitthvað sem tókaði Jóhannes Markús tilbaka og hann segir skilið við trúboðshóp Páls og snýr heim aftur. Það kemur ljós síðar, Páll var ósáttur við þessa ákvörðun hans og ósáttur við hann þar á leiðandi. Og svo Páll þurfti að díla við það, hann þurfti að taka á því, hann gat ekki haldið sér í gegnum endalaust. En svo lesum við áfram og það Páll að tala, hann að tala sama aðferð og við erum búin að sjá alveg fram að þessu í frumkirkjunni, Gamla testamentið tekið, hebreska biblía hebreana og það sem við kallum Gamla testamentið okkar, því þeir voru ekki með neitt Nýja testamentið, bara til að ítreka, það var ekki til sig í Nýja testamentið, að þeir predika Jesú Krist og boðskap fagnaðarins Guðs ríkið allt út frá Gamla testamentinu og benda á það hvernig þar talað Jesú, hvernig hans komu var spáð og svo framvegis. Og ég ætla að grípa niður, svona sjá, bara til að gefa bakgrunnin, þá skulum við bara lesa þetta aðeins frá 16. versi. Þá stóð Páll upp, benti til hljóðs með hendinni og sagði, hann að predika, hann að boða, Ísraelsmenn og aðrir þið sem óttist Guð, hlýðið á. Guð Ísraelsmanna útvaldi forfeður okkar og lét þjóð okkar dafna í útlegðinni í Egyptalandi. Með upplyftum armi leiddi hann hana út þaðan og annaðist hann í eyðimörkinni nærri 40 ár. Þetta bara að lýsa í stuttu máli sögu Ísraels þjóðarinnar í upphafinu. Hann stökkti burt 7 þjóðum úr Kanánslandi og gaf henni land þeirra til eignar. Svo stóðum 450 ára skeið. Eftir það gaf hann henni dómara allt til Samúels spámanns. Síðan bað hún konung þar sem Ísraelsmenn heimtuðu konung. Þeir vildu fá að vera eins og allar þjóðirnar í kring. Þetta svo hallærislegt Guð, það ekki með konung. Allar alvöru þjóðir eru með konung. Hvað að búa okkur til þessu þjóð og gefur okkur ekki einu svona konung? Og ástæðan mjög skýr, kemur alveg skýrt fram. Guð vildi vera þeirra konungur. Hann segi, ég konungur, ég svo sem að leið ykkur og stýrið landin ykkar og gefi ykkur það sem þarf. Ekki konungurinn, ekki mannlegu konungur. En þeir heimtuðu hann, þeir vildu hann. Og Guð gaf Ísraelsmönnum Sál Tíson. Sál var fyrsti konungur Ísraelsmanna, manna Benjamins ætt. Hann ríkti í 40 ár. Og þegar Guð hefði sett hann af, þurfti að setja hann af vegna þess að hann misti sig. Þegar Guð hefði sett hann af, hóf hann Davíð til konungs yfir Ísrael og hann vitnaði hann. Davíð og sonur hans síðar, Salomon, frægustu og þekktustu konungar Ísraelsmanna og þá ekki síst, allra helst Davíð. Og hlustaði nú á, hann Davíð vitnaði Guð sjálfur. Ég hef fundið Davíð, son Ísai, mann eftir mínu hjarta gera mun allan vilja minn. Og þetta það sem ég langaði að staldra við, vegna þess að þetta tengist mólanum okkar alveg sérstaklega vel. Þið sem þekki söguna, þið sem hafa annarkvort lesið hana eða heyrt hana Davíð, hafið alveg örugglega velt fyrir ykkur hvernig ósköpunum Guð gat sagt þetta hann.
það er bara tveir staðir, einu sinni í Gamla testamentinu, þar sem haft eftir Guði að þetta væri svona, og svo núna Páll að endurtaka þetta hér. Þetta er bara tveir staðir, kemur tvisvar sinnum fyrir, að Guð segi Davíð, hann er maður eftir mínu hjarta. Þess að Davíð maður eftir Guðs hjarta, því hann mun gera allan vilja Guðs. Svo lestu söguna, svo heyrir söguna, og þá kemur ljós að það er bara alls ekki svoleiðis. Hann klúðraði hlutunum hægri vinstri. Jú, hann gerði margt gott að sjálfsögðu og margt rétt, og hann reyndi til fremsta vegni að heyra röddu Guðs og fá leiðsög Guðs inn í lífið. Hann reyndi að fylgja Tóra og svo framvegis, að sjálfsögðu gerði hann það. Hann var maður eftir Guðs hjarta því leiturinn til, en hvernig vitnisburður þetta? Er þetta hann? Ég ætla að nefna eina stóru söguna sem að þið sem hafi eitthvað lesið og gluggað eða verið í einhverju söfnum og heyrt þetta talað, þið þekkið þessa sögu. Hann er í stríði sem konungar gera oft, og það var meðal hans ástæðan fyrir að Guð vildi alls ekki fá konung yfir Ísrael, svona mannakong, því hann vissi að þeir myndu fara í stríð, og hann gerði það. Og hann er ekki sjálfur í fremstu víglinu eða út á vígvellinum, hann er heima, og þá sér hann þessi fallegu konu. Hann girnist hana, og ef hann bara náði að staldra þarna við og hugsa, já, býtum við, ég á ekki að gera það, Tóra segir mér alveg skýrt að ég á ekki að gera þetta, þá hann getur stoppað það sem gerðist síðar. En hann girnist hana eins og bara gengur og gerist. En hann tekur næsta skref, hann fær hana til sín og hann sendir eiginmann hennar út á vígvöllin. Það var vinur hans og hann deyr. Maður eftir Guðs hjarta hvað? Hver gerir svona? Fyrirgefðu. Hver gerir svona? Mynduð þið segja í mólunum okkar, þetta hrasaði hann hrasaði illilega, ekki bara hrasaði hann óvart eða bara svona í kæruleysi smá stund. Hann tók meðvitað að ranga, ljóta ákvörðun. Þá spyr ég, og margir hafa velt þessu fyrir sér, og þetta ég er ekkert að búa þetta til neitt, hvernig ósköpunum. Bara síðustum daginn var ég að tala við trúaðan mann, frábæran bróðir í trúni hér út í bæ, og hann var að velta þessu fyrir sér, hvernig þetta gæti verið. Þetta er að gera það allir sem að þekkja þessa sögu og þessa umsögn Guðs Davíð. Og ég hef líka gert það. Það eru ýmsar skýringar, meðal annars þessi sem kemur þarna, sem fylgdi á eftir að hann myndi gera allan Guðs vilja. Það eru aðrir hlutir sem að draga mig meira í aðra átt þegar ég skoðaði Davíð og Davíð sálmanna og þegar hann hvernig hann tók á hlutunum. Hann átti eftir að iðrast þessari hluta sem ég var að lýsa á hann, það sem hann gerði þar, og hann grét sárlega yfir því, og hann réttlætti það ekki. Hann hrokaðist ekki upp og sagði, ég er kongur, ég má gera það sem ég vill, ég ræði þessu, að þú hljóttu þig, og hann átti eftir að skröka á spámönnum Guðs og ég veit ekki hvað hann gerði ekki. En hann iðraðist. Og hvað er að iðrast? Iðrast er ekki raunverulega flókið hugtak, en það er gríðarlega áhrifamikið. Að iðrast er ekki endilega það að leggjast á knén og gráta úr þér hjarta og augu og sálin alla yfir því sem gerði rangt, þó að það geti vissulega gerst slíkar uppákomur. Iðrunin sjálf felst í því, og Biblían kennir okkur þetta mjög skýrt, er að skipta skoðun. Það er að þú ert á einhverju vegferð, þú hugsar svona, og þú ert á þessari vegferð af því þú hugsar svona, svo stopparu. Þá sést að vakning innan með þér, þú ferð að hugsa, eins og hjá yngri syninu, hjá týnda syninum sem var að segja frá áðan, og þú segir, nei, þetta gengur ekki upp, og þú snýrir við. Týndi sonurinn sneri við og fór til föðurins, og hann var sár,
Hann iðraðist og hann sagði: Faðir minn, ég ekki þessi verður að vera sonur þinn. Hann kom ekki til hans í hrokafullur og sagði: Jæja, takk fyrir að láta mig fá þetta, þetta virkaði ekki vel, ég búið með þetta og ég bara komin heim að vinna aftur. Hann var engin hroki, hann var mjög auðmjúkur, mjög sár og hann fannst hann ekki þess verður að fá að vera sonur pappa síns. En pappans tók á móti honum, umvafðan, og pappans var búinn að í dæmisögunni sem Jesús sagði þá nánast á hverjum degi þá var pappans alltaf að kíkja yfir, sjá hvort að sonurinn var einhvers staðar að nálgast. Hann var alltaf að bíða eftir honum að koma og þegar hann kemur, strákurinn hefur ekki einu sinni tækifæri að segja: Fyrirgefðu pabbi. Pabbi tekur bara utan um hann: Þú varst týndur og nú ertu fundinn. Þú varst farinn, nú ertu kominn. Ég tapaði þér, týndi þér, nú ertu kominn til mín, nú hefur fengið þig aftur. Pappans var svo glaður og tók svo vel á móti honum, slátraði alikálfurinn þess að þið munið eftir sögunni og hélt stóra veislu af því að týndi sonurinn var kominn heim. Strákurinn átti ekki von á þessu, en þetta var pappans. Aftur af Davíð. Hann grét, hann iðraðist. Hann borðaði ekki mat í lengri tíma út af þessu. En hann reis upp. Hann hrokaðist ekki upp, hann afsakaði þetta ekki og hann fór ekki í slík samviskubit að hann gæti ekki lengur verið konungur af því að hann var bara búinn á því. Hann reis upp og ég trúi því og ég get fært fyrir því alls konar ritningavers og rök fyrir því. Ég trúi því að þessi umsögn Guðs Davíð, hann hafi verið maður eftir mínu hjarta, að Davíð á einhvern hátt skildi hjartalag Guðs. Hann skildi að þó að ég geri rangt og þó að ég klúðri svona hryllilega illa, verr heldur við flest, miklu verr, að þá Guð samt svo góður að ef ég kem til hans og leyfi honum að hreinsa mig, ef ég kem til hans og leyfi hans náð að umvefja mig, þá hann svo góður að hann heldur þessu ekki í gegn mér á nokkurn hátt. Og það dæmisagan týndasoninn. Faðirinn hélt þessu ekki í gegn synunum þó hann óskaði þess að hann væri dáinn og fengið arfinn sinn. Maður eftir Guðs hjarta, að því hann skildi það að Guð bara góður, óendanlega góður, og ef við setjum okkur í þau spor að leyfa honum að hreinsa okkur og þroska okkur og taka okkur lengri inn í kærleikann, þá gerir hann það án þess að halda nokkur í gegn okkur. Guð mun ekki hefna sín á þér, hann mun ekki slá þig. Það eina sem þarf að þú og ég komum eins og Davíð gerði, eins og týndisonurinn gerði, og Guð segir: Já, ég með, náð mín mun hjálpa þér. Náð Guðs ekki gefin sem leyfisbréf til að synda og gera rangt og brjóta af sér. Náð Guðs kraftur Guðs til að losa þig og mig úr rangindunum, úr hinu vonda, úr hinu illa, yfir í fegurðina, yfir í kærleikann, yfir í lífið. Og þannig Guð alla leið. Elsku vinir, nú látum við þetta duga í dag og fyrir þau sem vilja og geta þá biðjum við saman: Faðir vor. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss og vorar skuldir, svo sem og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.